Góðan daginn, kæru áhorfendur og verið velkomin með okkur hérna í TV í Akraneshöllinni. Hlýtt í dag, 3 gráður hérna inni, nú aðeins kaldara úti. Já. En Örn Arnarsson heiti ég, Auðun Ingi Hrólfsson með mér hérna, sæll Auðun. Blessaður. Nýtt ár, ný verkefni, það er þungavíktabikarinn. Já. Hvernig leggst þetta í þig? Mjög vel. Þetta er 2 spennandi lið. Það er náttúrulega mikla breytingar hjá HK-ingum. Nýr þjálfari, nýjir leikmenn og... Þjálfari hjá HK sem að nafnið hans heyrðist hátt og snjallt oft þegar verið áður en að Lárus Orri Sigurðsson var endanum ráðinn hjá IA. Já. Hans nafn kom ansi oft upp í umræðinu þjálfaramál IA á sínum tíma. Gunnar Heiðar. Engin förð á því hann náttúrulega býr hér. Strákurinn náttúrulega í skagaliðinu. Já, það er áhugavert. Gabriel Snær. En já, hann er mjög spennandi þjálfari. Hann er ekki kannski búinn að vera í mörgum liðum en hann er búinn að ganga vel hjá honum. Já, einmitt. Var auðvitað með Njarðvík síðast liðið sumar. Já. En já, klárlega einn af svona spennandi þjálfurum á Íslandi í dag, þeim sem er að koma upp. Klárlega. Herðu, það er bara spurning hvort við ættum að kannski, við erum að ræða liðin. IA, náttúrulega tölverða breytingar á leikmannahópnum. Það er spurning hvort við fáum upp hérna komnir farnir, klassískt skilti svona á undirbúningstímabili. Já. Komnir Gísli Eyjólfsson, náttúrulega risastórt dæmi. Já, mjög stórt. Og mikla vonir bundnar klárlega við þetta. Rafael Máni Þrastarsson kom úr Fjölni. Bara í vikunni, að hafa mikið talað það í vikunni. Það hafa verið svona umræða verð sem að Fjölnismenn vildu svolítið mikið pening. Þeir eru náttúrulega kannski í smá brasi með fjármálin en þetta voru, lendingin var kannski 6 milljónir. Það er líklegast á dýrasti leikmaður sem hefur verið seldur úr annað deildinni. Fjölnir fjall náttúrulega úr fyrstu deild. Já, hann hefur ekki verið með einhver svona release clause hérna. Nei, en hann er með, víst einhverja klásúlum að þetta sell-on sem maður segja þegar hann verður seldur og verður fljótlega frá IA. Klárt, þegar menn eru efnilegir og sína svona með bundnar vonir framtíðina. En Breki Þór, Ingi Þór og Ármann Ingi kom allir tilbaka úr láni. Já. Væntanlega vongóður að geta heitlað hérna Lárus Orra og vilja fá að vera hérna í sumar, ímyndaði mér. Klárlega. Þeir stóðu svo eiginlega bara allir mjög vel með Grindavík. Svona upp og niður tímabil hjá þeim í næstu þessi deild en allir bara mjög fínir. Ármann Ingi var sérstaklega góður. En svo eru náttúrulega farnir sumt, skiljanlegt sumt kannski sem að maður veit ekki alveg hvað. Nei, akkurat. Það er svona, það er áhugaverð nöfn. Sko vissulega Jónas Gemmer, það voru ekki margir hiss á því held ég. Nei. Hlynur Sævar Jónsson, það er kannski, og Marko Vardits, Albert Hafsteinsson, þetta er allt svona nöfn sem að maður svona, ég hrökk alveg við öll þessi nöfn, þú veist, svona, hvað segir þú með það? Sko Albert náttúrulega vildi bara spila meira og hann er að vera 30 á árinu, þannig að hann á ekki mörg ár eftir í boltanum en þannig að hann vildi bara fá meira spiltíma sem var bara skiljanlegt. Búinn að vera mikið meiddur og ekki alveg komist inn í takt við liðið en frábær fótboltamaður og vonandi finnur hann sér eitthvað lið fljótlega. Klálega. En Hlynur Sævar náttúrulega kominn í Árbæinn og mér sýndist nú að Guðfinnur Þór hafi líka verið að spila með þeim eitthvað í vikunni. Nú já. Það var einhverjar fréttur það en svo náttúrulega Arnleifur spilaði frábærlega með Njarðvík hjá Gunnar Heiðar í síðasta tímabil og hann var bara fengið þar varanlega. Einmitt. Og Árni Salvar Heimisson án liðs ennþá. Svo sem mér heyrst að hann hafi nú eitthvað og menn hafa sést á æfingum hjá Kára sko. Menn hafa alltaf, ef að markaðurinn er erfiður, þá hafa menn alltaf kostur að vera á Akranesi að, ég meina, það er margt verra heldur en að ef að valið er á milli að hætti í fótbolta eða spila með Kári í annar deildinni, Kári er bara orðið þannig klúbbur að það er ekkert orðið eitthvað. Nei. Ekki, þú veist, þetta er ekkert svona, hvað maður að segja, fyrir neðan virðingun eins. Nei, alls ekki. En allavega, hérna, Jón Sölvi Símonarson, ég hef svo sem heyrt að hann alltaf fer tilbaka í Breiðablik, var á láni. Ég hef alveg heyrt af áhuga Skagans til að fá hann til liðsins aftur og jafnvel varanlega. En
Já, hvað erum við með næst upp á skjáinn? Það spurning að fá bara þungavikta bikarinn eins og hann lítur út. Hér það á B-riðill, Njarðvík FH Keflavík öðrum megin. Þar búinn 1 leikur. Njarðvík efstir með 3 stig. Eftir 2-1 sigur á Keflavík. Riðlur okkar, Stjarnan IA HK. Þar 1 leikur búinn, Stjarnan sigraði HK 2-3 á laugardaginn var. Síðan IA HK í dag og næsta laugardag Stjarnan IA. Þetta náttúrulega æfingamót, skiptir ekki öllu máli úrslit og annað og staða en þetta kannski, maður horfir meira á bara hvernig bragurinn á liðinu. Já, og gott að nýta tækifærið að prófa eitthvað nýtt og nýja leikmenn og sjá hvernig þeir smella inn í þetta. Og hér sjáum við mitt talandi leikmenn, hér byrjunarlið IA, við erum ekki með númerin en við erum með, þetta svona, við getum sagt að þeim raðað upp eftir í hvar byrja á vellinum. Við byrjum aftast, Árni Marinó, Einarsson, Jón Gísli Eyland Gíslason, Rúnar Már Sigurjónsson, Baldvin Þór Benson og Jóhannes Wall, 4 manna vörn, Haukur Andri Haraldsson, Steinar Þorsteinsson og Gísli Eyjólfsson og síðan Gísli Laxdal Unnarsson, Ómar Björn Stefánsson og Gabriel Snær Gunnarsson. Þetta ekkert ósvipað lið og við sáum fyrir jól. Nei, Engi Viktor Jóns. Engi Viktor Jónsson, vissulega. En Gabriel Snær einmitt byrjaði síðasta leik sem var fyrir jól. Síðan varamenn Logi Mar, Breki, Rafael Máni, Ármann Ingi, Ingi Þór, Ísak Máni, Styrmir Ellertsson, Viktor Gasiarski, Brynjar Óðinn Atlason, Jón Breki Guðmundsson, Birnir Breki Burknason og Lárus Orri og Dín Martin. Sjáum liðstjórnina, sjáum kannski HK-liðið, nr. 1 Ólafur Örn Ásgeirsson í markinu, nr. 7 Dagur Ingi Axelsson, nr. 5 Þorsteinn Aron Antonsson, nr. 15 Haukur Leifur Eiríksson, nr. 21 Ívar Örn Jónsson, nr. 8 Arþór Ari Atlason, nr. 11 Þorvaldur Smári Jónsson, nr. 19 Atli Þór Gunnarsson, nr. 29 Karl Úlfur Ágústsson, nr. 28 Tumi Þorvarsson og nr. 9 Jóhann Þór Arnarsson. Á bekknum Benedikt Brím, Ívar Orri, Viktor Helgi, Reyni Leo, Alexander Örn, Breki Óttósson, Rúrik Gunnarsson og Magnús Arnar Pétursson og Gunnar Heiðar sem fyrr, eins og við vorum búin að ræða, þjálfari þeirra. Já. Svona á þessum tímapunkti og hér sjáum við að heima tríó, það sem yndislegt við þessi æfingamót að Ívar Orri Kristjánsson, við fáum að sjá hann hér, einn af bestu dómurum á Íslandi og ætti að segja það, skamaður. Með honum Arthur Helgi Gíslason og Mikael Ívan Axelsson. Þetta að bresta á og það HK sem að byrja leikinn. Og þetta bara rúlar af stað. Megum við búast við, heldur að Skagamenn setja púður í að reyna að drepa hana leik snemma. Já, ég get alveg trúa því. Svona kannski, það er mikið hlaup að geta sérstaklega á miðjunni. Alltaf með Gísla og Hauk og Steinar. Steinar verðist að vera framalega núna. Já, þeir ráða sér í 4 manna línu fremst. Ef hann í hólunni þá er hólan mjög ofalega. En þeir sækja Skagamenn. Gísli Laxdal í pressunni. Langur bolti fram. HK hefur náttúrulega verið í gegnum tíðina svona dálítið jójólið. Já. Oft á tíðum svona komið skemmtilega óvart í efstu deildunum, þá hugsa maður oft svona, já, ok, nú HK komið til að vera, skilurðu. En svo einhvern veginn náður ekki að halda það út af því að nú þetta risastórt félag, þetta með mikinn fjölda iðkenda. Hvað ætli valdi? Að þeir ná ekki að stimpla sig inn og halda sig bara sem þá þó að það væri ekki nema bara meðlungsliði í bestu deild? Það er bara mjög góð spurning. Þetta náttúrulega, maður kannski veit ekki alveg en kannski erfitt að halda í þessa ungu leikmenn. Þeir eru búin að sækja, eins og Skaginn hefur verið að gera, sækja þessa ungu efnilega stráka í önnur lið. Það verið að fá á láni frá Stjörninni og Breiðablik og svona. En það eru nú að koma upp hjá ungir efnilega leikmenn, þannig að þessi þeir eru með bara eins og Skaginn í öllum helstu yngri landsliðum. Já. Þannig að þeir eru með öflugt yngri fólksstarf og náttúrulega klálega og kvennamegin einnig, maður sé að það er mörg nöfn frá HK eins og í yngri landsliðum kvennamegin, 15, 17. Þannig að það
Greinilega vel haldið á spöðum þarna. En auðvitað síðan er samkeppnin hörð kannski við nágrannana í grænu búningunum. Já, það svona kannski auðvelt að selja ungu leikmönnum að koma í Breiðablik þegar að þeir hafa verið náttúrulega í meistaraflokk karla hefur náttúrulega verið í þessum Evrópukeppnum og náttúrulega fleiri tækifæri þegar það eru fleiri leikir. Já. Og svo hefur náttúrulega verið líka mikið í þessum Evrópukeppnum yngri liða. Já, akkurat. Eins og Skaginn fór í hérna árið. Já, það var náttúrulega skemmtilegt þegar endum á móti Derby County. Það mjög eftirminnilegt tímabil. Já. En það fer tiltölulega rólega á stað. Já, 3 mínútur liðnar. Ekkert mikið að gerast eins og Meistaraflokkur kvenna hjá IA á leik í Miðgarði í dag klukkan 4. Ef að fólki vantar eitthvað að gera, taka rúnt. Já. Miðgarður í Garðabæ, æfingarleikur gegn Stjörnunni úr Garðabæ. Það nú áhugavert að Skarphéðinn Magnússon að velja sterk lið til þess að taka æfingarleikina við. Já, FH síðast og Stjarnan núna. Þetta Gabriel þarf að bíða með hlaupið þarna. Þetta gott hlaup hjá Gísla Lagstad. Gísli reynir að koma honum fyrir, finnur ekki Gabriel og vörnin reynsar þetta frá. Vel gert þarna. Baldvin búinn að heilla mig mikið, hann endaði tímabilið mjög vel, eins og bara allt liðið, en hann átti erfitt með að komast inn í liðið svona þegar hann kom fyrst frá Fjölni. En hann hafi nú unnið mark ársins hérna. Já. Markið sem hann skoraði á móti KA, það var mjög vel tekið. Hér koma HK-ingar eftir að vel vunnið tilbaka þarna Haukur Andri. Svona klaufagangur aðeins í uppfylinu hérna. Já. Misskilningu milli Steinars og Jóns Gísla og það er hornspyrna. Við höfum nú rætt að einn af ókostunum fyrir okkur í þessum æfingarleikjum að það er ekki svona opinberar leikskýrslur og annað og getum við átt í vandræðum með að bera kennsl á leikmenn. Að til dæmis leikmaður inn í HK-liðinu sýnist mér nú með 25 og við höfum engar upplýsingar um það. Samkvæmt okkar kokkabókum engin leikmaður með 25 en kannski ég líka bara orðinn sjónlaus. Það getur líka verið sko. En hérna, það kemur í ljós. Rúnar heldur áfram hér í þessari hafsendastöðu sem að kannski kom mörgum á óvart. Gleymið því ekki að Erik Sandberg ennþá meiddur. Ég veit ekki til annars en að hann sé ennþá leikmaður bara í hann er hérna á skaganum. Já, hann er bara örugglega að reyna að vinna sig gegnum þessi meiðsli. Já, frábær bolti. Jóhannes með boltan inn í marktegin en það er Ólafur Örn sem að grípur hann. Já, þetta er gríðarlega erfið meiðsli sem að Erik að eiga við, virðist vera. Já. Og það er bara spurningin, sko, hvað gerist þegar hann verður heilla? Því að ef við erum með Erik Sandberg frá því fyrir 2 árum síðan, þá er hann bara einn af bestu mönnum í deildinni. Erik í fyrra var það ekki. Nei, langt frá. Þú veist, Gabriel Snær kemur upp með boltan, Gísli býður sig út til hægri. Fær hann, Jón Gísli ætlar að koma utan og hætti við. Fínn bolti, Steinar, skallar hann út. Ómar tilbaka á Jóhannes, Haukur út á Ómar upp að enda mörgum, kemur boltanum fyrir og yfir Ólaf og þetta var
Já, hann snert hann ekki, hann bara lendir ofan á slánni þarna og aftur fyrir. Var nú að fá upplýsingar hérna að Erik Sandberg heill. Hann byrjar að æfa, hann bara ekki komin í leikform. Þannig að það góða fréttir. Já. En það spurning. Þetta náttúrulega miðvaran par spilaði þetta run sem að held því að uppi í fyrra. Akkurat. Þeir að ná vel saman. Klálega. Og síðan náttúrulega það er að myndast svona kannski breidd sem að segjum það, ef Sandberg kemur tilbaka, þú veist, þá er ekkert borðleggjandi hver mun víkja, skilur. Nei. Þannig að menn þurfa að vinna sig inn í og hann þarf að vinna sig inn í liði væntanlega eins og aðrir. Já, svo er Viktor Jónsson náttúrulega, hann er ekki með í dag en náttúrulega á þetta frammeira sæti alveg. Já, en svo er hérna hann er ekki dæmt þarna, hefði nú kannski Ívar geta dæmt aukaspyrnuna á Jóhannes, en Skagamenn koma hratt. Haukur upp í hornið, Ómar er rangstæður. Já, mér sýndist þetta, vel dæmt þarna. Já, Erik er bara í svona non-kontakt æfingum út af þessum axlameiðslum. Þannig að hann er ekkert alveg orðinn alveg 100% en hann getur allan að byrja að æfa. Já, það er jákvætt. Þá er það HK-ingar sem að spila út undir pressunni. Gísli í hápressu þarna. Vel gert, já, Ólafur Erni. Svalur þarna. Baldvin vinnur boltan. Rúnar á hafsendin komin þarna fram. Gabriel með skotin! Það er rétt framjá. Áhugavert. Rúnar fór hann í pressu og hann var bara áfram hátt. Fær boltan hérna. Þarna er Rúnar sterkur, frábærlega stilt sending á Gabriel sem að næra að taka skotið í fyrsta óöppin. Svo er, að því að þú nefndir Viktor Jóns sem er, ég meina, eðlilega er kannski fyrsta nafn á blað í þessari framherjastöðu. Skagamenn vinna boltan, Gísli á Gabriel með nógan tíma, of mikinn tíma. Gísli segir bara, herru, ég skal sýna hvernig að gera þetta. Þetta er ekki nógu vel klárað, þetta var svona vorbragur á þessu. Já, hann hefði viljað fá hann yfir hann á Ómar síns mér. Já. En þegar frammeiri fær boltan þessu þá hann að skjóta. Algjörlega. Ég var svona að reyna að komast áfram með að segja hérna, þetta með Viktor er augljóslega fyrsti kostur, en þegar þú ert með leikmann á leiðinu upp eins og Gabriel Snædel til dæmis, hversu þolinmóður getur hann verið? Já. Að vera kannski bara einmitt, og hann má heldur ekki verða kannski einmitt einhver sjálfkrafa varaskefa, skilur. Nei, hvað gerist ef að Gabriel setur 2, 3, 4 mörg? Þá er það Viktor að stíga upp, væntanlega. Já, það er bara... Í góðu liði, þá lítur alltaf að þurfa sama hvað það heitir að hafa fyrir þínu. Algjörlega, það er engar gefnastöður í þessu, þannig að það er náttúrulega bara langt best að hafa nóga mönnum í alla stöður til þess að... Átni grípur vel í neitt. Þess að verður engin svona, latur en svona samdöðn einhvern veginn því að vera bara fastur í byrjunliðinu. Frábært bolti, Jón Gísli, Ómar kemst inn fyrir, Ómar er komin í færið og hann opnar sig. Og hver er það? Var þetta sending eða var þetta skot? Sjáum þetta kannski hérna eftir smá stund. Aftur, en Skagaliðið er að ná að opna HK núna. Baldvin vinnur boltan hátt. Og þar er hinn hafsendin Rúnar í skotið og það er beint á Ólaf. Vaðandi í færum hérna. Já, sjáum þetta aftur hérna. Jón Gísli með frábæra sendingu. Ómar er svo snöggur. Hvað? Já, hann er verið þetta og síðan Gabriel er komin of innarlega í rauninni til þess að geta gert eitthvað með þetta. Koma HK-ingar, reyna að svara fyrir sig hérna. Baldvin tilbaka á Átni síðan fram en Atli Þór tekur hann. Þorvaldur upp í hornið og HK-ingar hér í færi. Frábært færi, Arthur Ari
nær ekki að halda sér niðri, þetta var dauðafæri. Já. Arnþór er nýbúinn að framleggja við HK út þetta tímabil og næsta sem náttúrulega mjög stórt fyrir þá, hann frábær leikmaður, búinn að vera lengi. Það var Karl Úlfur sem átti sendinguna á hann er 29, ekki 25. Já, ég sé bara sjónin hafi verið að svíkja með hann sem ekki til að skamma sín fyrir á mínum aldri. Nei. Ég held að Karl Úlfur sé einn af þessu leikmönnum sem hafa verið í 19 landslið var valinn núna ásamt það var ekki 5 eða 6 leikmenn hjá IA sem voru í þessu úrtaki. Þeir eru nú flestir á bekknum. Já, Viktor Gasiarski svona kannski Brynjar Óðinn, Rafael og Birkir Hrafn. Já, Birkir Hrafn sem átti vist frábæran leik með Káramönnum hérna í gærkvöldi. Já. Allavega með þær upplýsingar sem ég hafði að hann hefði borið af í 5-2 sigur á Hvíta Riddarana. Það er mjög sterkur sigur, bæði liðið í annar deildinni á næsta nú í sumar. Og það var mjög ungt lið. Káramegin, það voru, ég held að það hafi verið 4 eða 5 2009 módel að spila þar og allavega 2 ef ekki 3 2008, þannig að ég vil sjá meira í Kára. Það hefur verið svolítið minkandi allan þessi 2 tímabil að þessi annarflokksleikmenn hafa verið að fá tækifæri, þannig að þeir eru býsna öflugir, þannig að maður vil sjá meira af þeim. Já. Og þeir sem hafa verið að koma inn hafa verið bara frábærir. Einmitt. En HK-ingar, þetta er vel gert hjá Þorvaldi. Þorvaldur reynir að setja hann inn fyrir en gengur ekki, boltinn lesa vel. Gísli snýr inn í Þorvald þarna en er að halda boltanum. Og róar þetta síðan niður. Rúnar á Jón Gísli, frábært hlaup þarna hjá Gísla Lagsdal, sendingin góð en vel gert í vörninni þarna. Þorsteinn stoppaði þetta. Falleg sending hérna hjá Jóni. Aftur fyrir Hauk en vel lesið. Þorsteinn Aron Antonsson. Jón Gísli yfir á fjær. Ómar í baráttunni, boltinn fer fram hjá öllum og aftur fyrir. Búið verið sæmilega skemmtilegu leikur þessar fyrstu 15. Bæði lið hafa fengið góð færi. Já. Skalið kannski betra meira með boltan mögulega en HK-ingar hafa verið hættulegir þegar þeir hafa farið í svona snöggar hraðar sóknir. Algjörlega. Mér finnst mjög áhugavert. Það sést nú ekki í mynd núna þegar HK-liðið er að spila upp hversu hátt Rúnar Már sérstaklega fer. Já. Og þeir jafnvel báðir. Þeir bara stíga upp og elta mannið. Það er virðast að vera eins og Steinar sé mjög framalega. Þannig að það þarf einn að stíga upp á miðuna. Þeir eru með 3 hann á miðunni. Þessi var á hátt. Það er ekki vanur þessi í... Nei, það er aðeins hærra til lofts í kórnum. Já. Verður að segjast. En þessar nýju reglur með þessi innanhúsvelli að boltinn er bara settur niður þannig að það verið innkast. Já. Það náttúrulega gerir mikið. Frábær bolti. Úff, Ólafur heppinn þarna. Jón Gísli nær ekki að stýra þessi í neti úr þröngu færi. En Ólafur í rauninni stál heppinn að taka Gísla Eyjólfs ekki niður þarna. Spurning hvort að... Það verður að gera betur þarna. Já, hann er að reyna skot held ég. Ég myndi að halda það. En þarna hefði nú kannski verið betra að leggja hann út á mann sem er í betra færi, klálega. En
ákvarðanatakan kemur oft með leikaæfingunni sem kannski ekki orðin náttúrulega nein en þá. Nei. Þetta vel gert. Arthur tilbaka. Tumi. Baldur les þessa sendingu vel. Haukur. Góð sending. Ómar 1 á 1 á móti Þorsteini. Fer á hægri fótinn. Nær ekki skotinu. Steinar á Gísla Laxdal sem að tekur skotið. En Ólafur Örn verar hann að nær ekki að stýra nógu mikið út í horn. Það var Haukur Leifur sem að hann kemst fyrir hann. Já, það er rétt. Þetta er boltinn var á leiðinni í hornið. Haukur nær að blokkera hann að fjærhornið. Stíð á Ómar hérna. Jæja, aukaspyrna hérna á góðum stað. Rúnar Már tekur hana. Steinar fleitir honum áfram og þetta endar hjá Gísla Laxdal aftur. Aftur eru varnarmenn að verja þetta. Sjáum þetta aftur, fín aukaspyrna. Steinar fleitir þessu áfram og þessi er á leiðinni í neti sennilega. Já, Ólafur Veran í Hauk. Jón Gísli á Steinar, fær hann aftur, nær ekki að halda honum inn á. Klöðaskapur hérna. Það er ótrúlegt að við séum ekki komið með markið í þennan leik. Já. Ætla ég að leiða mér að segja. Það verður að koma. Inni þennan. Já. Hann er að komast hjá loftabeitunum hérna. Rúnar á Hauk. Haukur á Baldvin. Út á Jóhannes Val. Hann inn á Gabriel sem að kemur um Ómar. Jóhannes í hlaupinu. Frábærlega spilað en vörnin hefur þetta. Góð hugmynd. Skemmtilegt uppspil hana. Þetta er vel gert, 20 mínútur liðnar, staðan ennþá 0-0 í bráðfjöruðum leik. Gísli inn á miðjan teiginn, Gabriel nær ekki að leggja hann almennilega fyrir sig. Hornspyrna. Þessar sendingar frá Jóni Gísla eru svo algjörlega harðnákvæmar hana en Gabriel ekki alveg nóg ákveðin í hvað hann ætlaði að gera hana. Þá kemur Jóhannes Val til þess að taka þetta. Eftir sinn á teiginn, nær stöngina, skalla frá. Jón Gísli út á Jóhannes. Steinar reynir fyrir gjöfina, fer að varnarmanni, skalla frá. Hefur verið ánægður með það sem þú séð hingað til af okkar mönnum? Já, klárlega. Mjög gott uppspil og bara að fara að klára færin hérna. Þannig að þetta er bara jákvætt. Halda vel í boltar svona. Mér líka fundist svona pressan vera alltaf svona markviss. Já, náttúrulega kemur mikið með tilkomu Gísla Eyjólfs í þetta lið, náttúrulega frábær pressuleikmaður. Hlaupatilur hans sérstaklega hefur hann í Breiðablik og náttúrulega bara, má bara segja fáránlega raunni. Hlaupar náttúrulega hálfmaraþon í hverju leik. Jóhannes kemur með hann yfir á fjær, það er Gísli Laxdal einir ferðina en nána setur hann yfir. Þannig að þriðja dauðafærið hjá Gísla Laxdal.
Við spila hana. Hann ekki sáttur með sig hana. Hann alveg á silfurfatið þessi bolti. Ólafur langur fram. Baldvin setur pressuna hana á Jóhann en þetta rangstaða. Hárrétt dæmt hana. Gabriel út á Ómar. Slöks sending eða misskilningur. Viktor Gasiarski spilaði nú með Kára í gær líka, þegar við vorum nú að nefna þessa leikmenn sem eru á bekknum. Gott ef Ármann Ingi var, hann var ekki í gær. Viktor Gasiarski, veit ekki hvort að fólk veit það, en það ég held að sé ennþá innan við ár síðan hann sleit krossband. Já. Það eiginlega alveg lygilegt hvað hann búinn að vera fljótur tilbaka og allavega þeir sem margir sem ég þekki, þeir halda valla vatni yfir honum. Hversu, ekki bæði gæði fótboltalega og karakters og þetta svona sýnir það að einhver leiti held ég vinnusemina og jafnaðargeði sem þú þarft til þess að koma svona hratt tilbaka eftir svoleiðis meiðsli. Klálega mjög vel talað hann strák. Og Hafsend sem var nú einu sinni sérgrein skagamanna að framleiða. Já, fyrir svolítið síðan. Já. En ég held nefnilega að Káramenn að fara í svona keppnisferð, æfingaferð núna í febrúar, þannig að þeir ætla að taka með sér svolítið af þessum yngri leikmennum. Já. Sem eru svona kannski á bekknum í meistaralok og mun ekki kannski fá mikið spiltíma þar, þannig að þeir gætu spila svolítið með Kára. Ómar skotið í varnarmann, Steinar kemur honum aftur og Ómar í skotið, Ólafur Ver og aftur Ómar fyrir Steinar, nær ekki að koma þess að markið og markspyrna dæmd. Hörku sókn hér. Já, á hverjum lægsti stuðullinn að skora næsta mark? Það bara erfitt að segja. Gísli og Ómar báðir búnir að gera sér mjög líklega. Gabriel búinn að koma sér í góða stöður en bara að nýta sín tækifæri betur. Fín sending, Jóhannes tekur hann hnakkan hann skynsamlega gert og brotið á honum síðan. Kartúlu kippti hann niður hérna. Ágætis mæting sem fyrir á leikina hérna í höllinni. Það var alveg hellingur af fólki að horfa á Kára í gær, sá ég. Já, það flott. Og kemur langur bolti yfir frá Baldvini Gísli Laxdal. Tilbaka á Jón ákveður að fara yfir á vinstri, lyftir síðan hérna í áttanamarkinu en væntanlega var nú hugmyndin sending hérna. Kemur langur bolti fram og rangstaða dæmt á Jóhann. Við erum búin að sjá það kannski 2 og 3 ára einmitt hérna þegar Baldvin nú svona hafsend stóru mikið. Við höfum séð hann getur skotið á marki. Já. Sendingagetan nefnilega ansi góð líka. Skemmtileg sending hérna. Já, hann mjög öflugur í löpunum. Sem bara grafa í dag. Já, frábær sending yfir á Jóhannes Val, Jóhannes á Ómar, horfir í kringu sig, fer á vinstri fótinn, lendur hann fyrir markið og Gísli enn eitt færið. Hann þurfti að nota vinstri til þess að setja hann. Gísli Laxdal Unnarsson, loksins. En hann var komið niður í 1,01 í stuður, þannig að það enginn að græða neitt á þessu. Nei. En upplaupið virkilega gott.
og undirbúningur hjá Ómari fór kannski vel að því að þeir væru sæjum þetta saman en loksins koma Skagamenn yfir ekkert meir en við eigum skilið reyna. Nei, bara frábær sókn. Markið á 27. mínútu. Spurning hvort að þetta breytir eitthvað dýnamíkinni í leiknum. Fín pressa en Ólafur slakur þarna, kemur sendingin inn fyrir og það hann vel rangstæður þarna. Jóhann dómgæslan búinn að vera alveg 100%. Já. Kemur Jón Gísli með smá pláss. Sendingin inn að markinu, þetta er frábær sending. Þetta er svo erfitt við að eiga, markmaðurinn veit ekki á ég hennan bolta, á vörnin hennan bolta. Já. Og Steinar Þorsteins kemur þessi í netið. Mínútu seinna. Já. Enn er það, sjáum hérna Jón Gísli með mikið pláss og sérðu hikið á Ólafi þarna. Já. Sennilega þegar hann Haukur rennir sér í hann að hann bjóst við að myndi taka hann en svo var ekki. Og þessi leikur fer bara þetta er fljótt að breytast. Já. Mér fannst ég vera að upplifa það svona fyrstu 20 mínúturnar að HK ætti alveg möguleiki í þessum leik sko en nú er einhvern veginn er ég ekki alveg þar lengur. Nei. Skagalið er bara að keyra bara á mörgum sílindunum. Já, það verður óskandi að kannski fá svona góða spilmennsku í sumar. Það er náttúrulega kannski ná að haldast meira í boltan heldur en gerði síðast sumar. Það var bara leið eitt svolítið fram á við og vonaði besta aftur í vörð sko. Já. Þetta er náttúrulega verið bara mjög spennandi að sjá bara hvort að lok síðasta tímabils, hvort það er of langur tími til þess að reyna að láta það fylgja með inn í næsta tímabil. Mér finnst ennþá eima að því sko, þegar ég horfa á liðið. Það er bara í dag ekkert svo langt á milli tímabila nefnilega, þannig að þeir eru nú bara einhverjir 4 mánuðir, 4-5 mánuðir. En Skagamenn eru svona þeir eru ekkert hættir á markaðanum, þeir eru að skoða sig, búin að vera í spurjast fyrir Guðmund Þórarinsson, landsliðsmann, eða fyrrum landsliðsmann. Já, einmitt. Bróður hans Ingo Viðuguðs. Já, það hefur nú meira að segja, ég hef nú heyrt í fleygt að hann hefur nú jafnvel sést hérna í bæjarfélaginu, fekk ég fyrir svo lengur síðan. Hann frábærleikmaður, getur leyst markastöður, miðjumann bakvörð. Ómar gerir þetta vel, er sloppinn í gegn en sett pressa á hann, hæfilega mikil. Steinar með geggjaði! Steinar Þorsteinsson upp á sitt allra besta hérna. Frábært mark. Þetta var svona kantoníst. Já. Hann náttúrulega var ekki mikið með hann í sumar. Nei. Mikið meiddur og mikið frá. En þvílíkur leikmaður. Veit alveg hvað hann ætlar að gera þetta strax og hann fær boltan. Virkilega vel gert. Steinar Þorsteinsson kom með 2 mörk hér. Á einhverjum 2 mínútna kafla, 3 mínútna í honum. Og þessi leikur nánast bara búið spil strax hér eftir hálftíma leik. Ég er ekki að sjá að þetta annað en að þessi leikur, þessi dagur, laugardagur verði bara pínu langur fyrir HK-inga. Já. Skagamenn er ekkert hættir heldur. Nei. Svo er það sko, þetta er æfingarleikur og þá eru menn áfram bara að halda áfram að æfa það sem við verðum að æfa og ef það er hápressa þá hættur ekkert í því í miður kafi þó að staðan sé 3-0. Jóhannes Val sterkur hérna. Þvílíkur happa fengur Jóhannes Val á sínum tíma
fyrir Skagalið og að Valsararnir skildi ekki vilja hann. Já, hann alltaf var eiginlega bara ekkert það góður í Val. Nei. Það er meira ótrúlegt. Svo bara kemur hann hingað og já, Það segir kannski eitthvað bara Val eða frekar en Jóhannes þá. Já, bara frábær leikmaður og frábær karakter og er bara hér. Ekki dæmt þarna, það er bara að fara að fljóta. Jón Gísli fann fyrir þessu. Gísli, Steinar fyrir utan á, Gabriel innan á, Steinar fær hann hérna. Róar þetta niður, tilbaka á Rúnar. Já, eins og með ætla að segja með Jóhannes, þetta er svona hans að breytast í Skagalinu sem var ekki búið að vera undanfarin ára. Þessi leikmenn sem við erum að fá, þeir flytjast bara hingað á og eru hér. Svona hann alltaf frá Svíþjóð, þannig að hann er hérna lungan á árinu. Hann kannski alltaf bara tímabilið búið að vera í nóvember, þannig að hann fer heim bara. Bærlega gert. Steinar með geggjaða móttöku en það er ekki að stýra þessu marki fyrir ekki. Hann fer nú bara heim í kannski ykkur 2 mánuði og er hér tíma. Viktor Jónsson alltaf fluttur upp á Skaga og ég er sammála því. Þetta er svo mikilvægt að vera bara að tilheyra samfélaginu. Ekki að vera hérna á einhverjum bíl keyrandi til Reykjavíkur. Þú þarft líka að standa frammi fyrir þínu í bónus, sko. ef þú ert aðkominn maður. Já, og náttúrulega þeir hafa verið að eða Einarsbúð kannski. Viktor Jóns og Jóns Val og fleiri náttúrulega. Arnór Smára held ég að svolítið komið með þetta svona tíma. Þeir eru að halda hérna í fríjónum svolítið svona hæfileika æfingar Einmitt. fyrir yngri leikmenn og sem náttúrulega bara vantaði svolítið í bara bæjarfélagið, fá svona fyrirmyndir aftur í IL náttúrulega. IL er náttúrulega bara svo stór partur af samfélaginu. Algjörlega. Þeir eru að fá stuðning bak við sig með það líka. Klálega. Hjarta Skagamanna ansi margra er gult og svart. Það er bara þannig. Stundum rautt og svart. Já, klálega. Gabriel nær ekki að vinna boltan þarna. Haukur Andri með góða pressu. En þetta er vel dæmt hjá Ívari. Hann leifur þessu fljóta. Þorvaldur þarna var alveg hann var búinn að vinna sér í aukaspyrnu þarna en leikurinn heldur áfram. Árni var hann sultuslagur. Allt annað að sjá hann eftir tilkomu Lárus Orra. Já, klálega. Hvað það er? Ég væri alveg til að vita hvað breyttist. Lárus Orri hefur eitthvað hérna, einhver hans nálgun hefur allavega. Það er svo greinileg. Já. Ef þú skoðar tímalínuna bara Árni Marino og allt í hennu varð aftur sá Árni Marino sem við vissum alltaf að hann væri. Það er í rauninni kannski farin frá því að vera einn af efnilegri markmönnum á Íslandi í að vera bara einn af þeim betri. Klárlega. Það ég að leyfa mér að segja. Koma HK-ingar. 3-4 hérna Rúnar Már og aukaspyrna dæmt á Karl Úlf Ágústsson. Og já, ég hérna eins og hann væri að bjóða upp á að stoppa leikinn því að nú er hálftími liðinn hvort að einhver leikmaður hefði átt að fá bara 3 tími. Ég var að spá hvort það væri skipting. Já, ég skildi ekki alveg hvað hann gangið þarna. En Jón Gísli fer á stað, Rúnar sér það og Jón Gísli með fullt af tíma hér. Leggur hann út í teginn og aftur er það Steinar og aftur er það Gabriel og skýtur þarna beint í höfuð og Ólafi Erni sem að varði þetta á hans að vita neitt, sko. Vel varið. Já, ég meina, menn þurfa að staðsetja sér rétt og hann gerði það þarna en hann fann klárlega fyrir þessu. Það er hann bara beint í andlitið. Spurning hvort að Gabriel var ekki að gera betur þarna í þessari stöðu. Hann stýra þessu hreinlega bara í leggjan í annað hvort hornið. Já. Þannig kemur kannski ákafinn í að skora mark hjá ungum manni. Það er
hann staðinn upp. Já, það er gott. Það er 8 mínútur eftir að þeir vilja, hann vill fá aðhlynningu, allavega Ívar vill að hann sé skoðaður. Enda höfumeiðsli er eitthvað sem að þú gerir ekkert grín að, en það gæti verið að hann hreinlega bara blæður honum. Já. Sprungi vör eða eitthvað slíkt. Finnum hvort við getum bara rifjað upp mörkin eða eitthvað á meðan að verið að skoða þetta. Sáum hérna fyrst mark frá Gísla Laxdal Unarsinni sem hafa búið að vera á leiðinni. Síðan er það Steinar Þorsteinsson sem að bæti við 2 mörkum hérna fyrst hér eftir frábæra sendingu sem er erfið við að eiga svona skólabókar. Þá að taka þessa klippu og nota hana á þjálfaranámskeið. Já. Vilt að bakverðinniðinir gerir nákvæmlega þetta og svo þetta listilega gert hjá Steinari. 3-0 staðan. Jú, það er gott að ekki fara að blóna sér. Það er ekki í boði. Svo var náttúrulega, má ekki gleyma því að í gærkvöldi voru Skagamenn að spila mikilvægan körfuboltaleik í Njarðvík og ég ætla að leyfa mér að segja að úrslitin voru töluverð vonbrigði. Já. Og útlitið orðið ansi dökkt. Steinar Þorsteinsson keyrir í þrennuna hérna og Ólafur átti ekki möguleika í þennan. Sjáum þetta, ná ekki að hreinsa hornið frá. Steinar kemur bara beint frá að bjóða stutt á hornið og joggar sér inn í teginn, tekur frákastið og bombar þessi netið. Ólafur fær hann hérna tilbaka, Steinar pressar á hann. Já, þetta virðist ætla að vera bara nokkuð þægilegt fyrir Skagan það sem eftir er. Það reynir auðvitað á í æfingaleika hvort að menn halda fókus þegar staðan verður svona betri og betri. Af því að, eins og ég sagði þann, það er náttúrulega verið að æfa ákveðna hluti og þá staðan í rauninni ekki að skipta öllu máli í því, en þetta er bara manneskjur. Menn fara að hugsa, herri, við erum alveg með þetta, svo getum við aðeins hvílt okkur hérna í einhverjum hlaupum sem voru kannski tekin í stöðinni 0-0, sko. Svo bara spurning hvort að Lárusson gerir mikið af breytingum við hálfleik. Það er ekki ólíklegt. Ómar gerir þetta vel, nei. Ívar Orri með hauk frá sjón hana. Sér að boltinn fór aftur í Ómar og aftur fyrir. Hákaðingar halda áfram að spila hérna upp. Langur bolti fram, Jóhann nær ekki, valdi á boltanum, Gísli tilbaka á Rúnar. Þú nefndir Árna Marín á hann, er Steinar Þorsteinsson ekki líka kannski nafn sem að hefur komið svolítið tilbaka með tilkomu Lárusson? Jú, það virðist allan að vera náttúrulega var ekki að spila mikið síðan sumar en stundum út stöðu og svona. Já. En Steinar er náttúrulega bara að vera eins framalega og hægt er á vellinum. Það er hann langt bestur. En mér einmitt fannst sko undir lok síðasta tímabils að innkomurnar hans, hvort sem að þegar hann var að koma inn að sem varmaður, það skiptu máli. Já, klárlega. En það er náttúrulega bara einn af reyndari mönnunum í þessu liði, má ekki gleyma því. Nei, alls ekki. Klálega gæða leikmaður
Jóhannes, Jóhannes Val var í rangstöðu þarna. Sjáum það. Sýndist hann, þetta var allavega tæft held ég. Ja. Aukaspyrna dæmd hér, HK-ingar. Sko, þetta erfitt. Já, þetta mjög erfitt. Steinar að reyna að bæta við sínu fjórða hérna. Vill kannski stóðsendingu í staðinn. Gabriel Snær nær ekki kraft í skotið. Maður velti fyrir sér auðvitað líka með HK-ingana sko í æfingaleik sem þessum. Þú ert auðvitað ætlar þér að kannski æfa einmitt uppspil og spila á móti pressu og eitthvað svona. Maður bara velti fyrir sér hvort að Gunnar eða þarf ekki að breyta eitthvað pínum taktík. Herðu, prófum að æfa eitthvað annað. Æfum líka þegar við erum litla liðið, skilurðu. Já. Svona, ég velti því fyrir mér hvort að það geti ekki hreinlega verið skynsamlegt. En þeir byrjuðu leikinn bara mjög bjart. En eftir að Skagaliðið vann sig inn í leikinn að þá einhvern veginn hafa þeir ekki séð til sólar. Nei. Jón Gísli gerir þetta frábærlega. Já. Jón fann alveg aðeins fyrir þessu. Þetta er ástæðan fyrir að mennum er leggliðar. Svona þeir sem að nota einhverja almennilega leggliðar. Það lítið það í dag. Já, ég skil þetta. Ég bara... Þú verður að sjá leggliðarna sem voru í gangi þegar ég var að spila. Það var bara meira eftir mál að klæða sig í það, sko. En þá líka þurfti svolítið til þess að meða þig, sko. Mínútu eftir að velja leiktíma, spurning hvort það er einhverju bætt við hérna þrátt fyrir þetta stopp hérna í þegar þurfti að gera að Ólafi Erni. Koma HK-ingar hérna og það er Tumi komin í skotfæri eða hvað, nei, hann er ekki að finna það. Karl móti Jóhannesi er á vinstri fótinn, leggur hann út. Skagavörnin er að vinna úr þessu. Haukur og Arthur. Skagavörnin er að reka á tilbaka. Kemur sendingin upp í hornið. Þorvaldur er að halda þessi inn á. Komin upp að endamörkum og vinnur hornspyrnu. Þetta er betra aðeins hjá HK-ingur núna. Já, við mögum búast örugglega við töluverðum skiptingum hjá báðum liðum í hálfleik. Það finnst mér ekkert ólíklegt. Varamenn búnir að vera að hita upp. Sjáum hérna hópinn af Skagamönnum. Skagaliðið nær að koma þessu frá og þá er flautað af. Auðun 4-0 hérna í hálfleik. Kemur það óvart að munurinn sé þetta mikill á þessum tímapunkti? Nei. Þú veist svona, ef þú hefur hugsað þetta fyrir leik, þá hefði maður tekið 4-0 í hálfleik. Já, klálega. En var það eitthvað sem þú bjóst við að gæti alveg skerst? Já, við svo Skagamenn enduðu tímabilið frábærlega, þá enduðu HK-ingar að illa. Töpuðu í úrslitaleiknum að komast upp 4-0. Það er náttúrulega súrt og náttúrulega mikla breytingar, þannig að þeir eru bara að púsla sér saman svona núna, þannig að nei, kemur mann ekkert óvart en frábær byrjun á þessum leik. Já, við skulum rifja upp mörkin rétt áður en að við tökum okkur síðan pásu hérna. Gísli Laxdal á 17. mínútu setur hann hérna áverandi í hornið, aðeins síðan eftir góðan undirbúning Jóns Gísla Eyland sem að Steinar skorar sitt fyrsta af 3. Annað markið var í aðeins hærri fegurðarflokki heldur en það fyrsta og virkilega skemmtilega gert. Þetta er ekkert auðvelt þó þetta lítið út fyrir að vera. Nei, alls ekki. Og sjáum Steinar hérna til vinstri í mynd, tekur frákastið, leggur hann fyrir sig og bara smellir honum. 4-0
við ætlum að taka okkur pásu hérna á meðan að leikmenn hvíla sig og varamenn gera sig klára að koma inn á. Gerum ráð fyrir mörgum skiptingum. Takk, ekki fara langt.
Jæja, kæra áhorfendur, velkomin aftur í Akraneshöllina með okkur hérna Örn Arnarsson og Auðun Ingi Rolfsson. Heilsa ykkur hér og það drauga heimkomu í gangi hér og mér sýnist nú, hvað erum við að tala um, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 leikmenn komnir. Hver hann út við bekkinn? Þetta það allavega ein breyting. Sýnist þetta að vera Þetta Rafael, eða? Hver það? Brynjar Óðinn Atlason. Brynjar Óðinn. Númer 11 sýndist mér. Nei, það Gísli Eyjóls. Það Gísli Eyjóls. Nei, hann í stöðbuxum númer 11. Þetta alltaf, menn leggja sér að þessu. Þetta 21? Hún verður að fá að gleru. Ég verð að gera eitthvað. Ha. Já, það bara verið stöður þessi eina skipting. Jón Gísli Eyjóls, Eyland. Jón Gísli Eyjóls. Þetta var alveg allavega, Jón Gísli Eyland farinn af velli, sýnist mér. 27 sýnist mér. 27, já, Brynjar kemur þá bara inn í hægri bakvarðarstöðuna. Ég spurning hvort að Jón Gísli hafi fengið högg þarna á öklan. Hann lenti í einu samstuði sem oft sem að það kemur ekki fram fyrir en að menn sittast niður og þá kemur sásökinn. Hvort að hákáingar hafa gert einhverja breytingar. Þeir fóru ekki inn í klefa. Þeir eru harðir hann í Kópavoginum. Já, það bara kólnandi inni, sko. Já, það er svo merkilegt með þessa höll að sko að kuldinn hann svona sígandi. Hann kemur hægt og sígandi inn í. Þetta alltaf öðruvísi heldur en að vera útengstað. Að labba. Það getur komið aftan að manni ef maður passa sig ekki. En allavega. Liðið hjá Ía þá þannig skipað að í markinu Árni Marino Einarsson. Brynjar Óðinn var að koma inn á. Atlason í hægri bakvörðinn sinn og Rúnar Már og Baldvin Þór í miðri vörninni. Jóhannes Val vinstramegin, Haukur Andri, Steinar Þorsteins og Gísli Eyjóls á miðjunni. Steinarsson einna fremstur af þeim. Gísli Laxdal út í hægra megin, Ómar Björn Stefánsson vinstra megin og Gabriel Snær Gunnarsson á toppnum. Þetta var alvöru sending. Já. Og Ómar með hann fyrir í árásina. Leiðist það ekki. Jóhannes kemur segja með hann fyrir yfir Ólaf og það þarf að gefa hotn hér. Liði hjá HK þannig að í markinu Ólafur Örn Ásgeirsson nummer 1, nummer 7 Dagur Ingi Axelsson, 5 Þorsteinn Aron Antonsson, 15 Haukur Leifur Eiríksson, 21 Ívar Örn Jónsson, 8 Artur Ari Atlason, 11 Þorvaldur Smári Jónsson, 19 Atli Þór Gunnarsson, 29 Karl Úlfur Ágústsson, 28 Tumi Þorvarsson og nummer 9 Jóhann Þór Arnarsson. Og þá þetta hot tekið stutt. Brynjar lyftir þessu hérna inn að tegnum. Hákáingar komast frá en það hlýtur að vera dæmd aukaspyrna þarna, já. Og ég ætla að leyfa mér að segja að væri þetta ekki æfingarleikur þá hefði þetta verið gult spjald líka. Já, líklegast. Eða æfingarleikur, þetta er æfingamóti, skulum segja. Stoppar hérna Brynjar. Þannig það engar breytingar hjá HK. Gabriel Snær hlýtur að skora þarna, já, vel vakandi þarna. Þessi sending tilbaka, ekki til útflutnings þarna frá Hauki Leif, sýndist mér. Nei. Beint á Gabriel. Nei, þetta er frá bakverðinum. Ívar. Já, Ívar sem að Gabriel Snær svo sem búinn að vera að hóta þessu en ef hann hefði ekki skorað þarna þá held ég að hann hefði nú Var tekin út af? Já, eða beðið skiptingu hreinlega. Alltaf gott fyrir framherja að fá mörk saman hvernig þau líti út og hvernig þau verða til.
og staðan 5-0. Það er alltaf ákveðin áfangi þegar við þurfum að rúlla markaskorur í grafíkinni. Gerist ekki nógu oft. En það er allt til þægilegasta mál. Það eru 6 varamenn að hita upp Skagamegin. Það er ekki allir. Margir á bekknum. Já. Skaginn er ennþá með Breka Þór, Rafael Mána, Ármann Inga Þór, Ísak Mána, Styrmi, Viktor, Jón Breka og Birnir og Auglógamar varamarkmanns. Þannig að það er ekki hár meðalaldurinn hana. Nei. Þannig að það er spennandi að sjá hvort að hversu marga mínútur menn fá almennt í þessum leik. Guður skallar þetta fram, Gabriel framlengir. Kemur langur bolti fram, óheppinn þarna, Jóhann fær hann beint í bakið. Gísli Jóns tilbaka á Jóhannes. Það er skemmtilega gert Jóhannes Val með takta hér. Vítir honum ekkert svo glatt. Nei. Útrúlega sterkur. Sýnst Hákavík er alltaf að vera aðeins í hápressi núna. Brynjar á Gísla. Brynjar heldur hlaupinu áfram. Gísli spila tilbaka. Rúnar. Steinar síðan aftur á Árna Marino. Hákavíkar byrjuðu leikinn, fyrir þá sem maður kannski misti af byrjunu, Hákavíkar byrjuðu leikinn bara nokkuð vel. Fyrstu 20 mínútur voru svona jafnræði með liðunum, en það var í rauninni, fyrsta korteri skulle ég segja. Síðan þegar Skaginn skoraði, þá einhvern veginn bara hrundi allt. Eins og Spilaborg. Já, Hákavíkum og Skagamenn bara virkuð einhvern veginn, en þurfti ekkert að hafa allt of mikið fyrir þessum mörkum sem þeir voru bættu síðan við. Nei, alls ekki. Það er Gísli. Tilbaka á Árna. Árni yfir á Rúnar. Og Steinar. Já, Hákavíkarnir pressa hátt, en Baldvin ágætis hugmynd þarna. Ég held að Jóhannes væri örlítið framar þarna. En tilbaka Ólaf. Fin skipting frá Ólafi þarna út til vinstri. Sendingin í gegn Tumi. Kemur boltanum fyrir og hér er dauðafæri Hákavíka. Atli Þór stýrir boltanum hins vegar vel framhjá. Þetta er hörkufæri, hann er bara við vítapunkt. Já, verður að gera betur hana. Já, eflaust ekki ánægður með sig hana. Sneiðir hann hana. Jóhannes vinnur boltan fyrir Skagann. Gísli á Másinn. Steinar. Steinar út á Gísla. Nei, það er Haukur Andri. Hann langar að vera með og frábærlega klárað Haukur Andri Haraldsson. Þetta stefnir bara ykkur að vitleysu. Hann á þetta. Hann á þetta alveg til, Haukur Andri. Hann getur alveg skotið. Já. 6-0. Ég held nú að Steinar ætlaði að finna Gísla þarna, en Haukur bara, ég á þennan. Virkilega vel gert. Örstuttu eftir að Hákavíkar áttu jafnvel besta færi sitt í leiknum. Og þá fá þeir markið í andlitið. Þarna sést kannski klassamunurinn á þessum liðum. Já. Og það er kannski eitthvað sem okkur Skagamenn höfum kannski langað að geta sagt í svolítinn tíma. Það er klassamunur á þessum liðum. Þau eru, þó að Skaginn hafi endað hann í neðri hlutanum í fyrra, þá erum við komin einhvern veginn skurinni hærra heldur en
svolítið vel skörinni herra heldur en lengi til. Já. Það var mikið talað að við værum of góðir til þess að falla, það náttúrulega ekki til í þessu, en svo náttúrulega bara búið að styrkja liðið mikið núna að hann bara leikmenn komið tilbaka og Gísli Egil komið í liðið og svona, þannig að frábærlega spilað hjá Skaganum, Steinar horfir í kringum sig aðeins, Gísli þarf að hægja á sér þarna aðeins og Brynjar á þeim. Haukur missir hana. Jóhann missir hann of langt. Vel spilað hjá Skaganum, Steinar og Brynjar fær hann aftur. Steinar sér nú annar hlaup frá Gabriel, nær ekki að finna hann. Erfiður bolti tilbaka og Ólaf hann, spurning hvort að Ómar hefði átt að hendi pressu á hann en. Ólafur langur fram, kollin á Jóhanni, þetta er ágætlega gert. Þessi sending eins og er ekki nógu góð, Haukur Andri vinnur boltann. Baldvin á Jóhannes, aftur tilbaka á Baldvin. Það var skrýtin sending. Þá eru, en þeir ná ekki að gera sér mat úr þessu þarna HK-ingar. Sko, þetta er áhugavert að sko, ef maður rýnir í úrslitin, sko, í þessum leik, að það er munurinn á liðunum er gífurlegur. Þetta er annar leikur HK-inga, eins og við rifjum upp hérna fyrir leik, þar sem að þeir tapa 3-2 fyrir Stjörnunni. Já, sem eru í Evrópukeppni. Já. Enda í 3. sæti. Já. Það er náttúrulega erfitt að lesa út úr þessu að sá leikur hefur verið í kórnum vandalega, þar er hitastigið svona manneskjulegt. Já. Er það kuldinn sem er að fara með HK-inga hér? Eða er bara... Það er ódýrt að segja það. Þetta er kannski verið bara spennandi og hvetja Skagamenn að láta sér máli varða og kíkja í Miðgarð. Ég ætla rétt að vona að þessi leikur verið í Miðgarði. Já. Það er ekki manneskjulegt að spila á Samsung-vellurum í janúar. Nei. Eða það er bara ekki oft manneskjulegt að spila þar. Nei. Það er ekki gott hitastig þar. Nei. Það er meiri segja sumri til líka, sko. Stunga snýr vitlaust þar. Já. Eins og hér á Skaganum. Já, einmitt. Getur lítið sagt við því. En sáleikur er klukkan 4 næsta laugardag. Stjarnan í að stefnir í bara með við úrslitleikja hérna. Stefnir í bara hörku leik. Það er það mæntalega þannig að eftir sætið í hvoru riðli fyrir í úrslitaleik, minnst það, já, hans er líklegt. Jóhannes Val gerir vel hana. HK-ingar er með hápressu núna. Skagamenn leysir það vel út úr þessu. Ég veit ekki okkur Brynjar er komin að... Nei, ég ætlaði að mynda að fara að segja það. Hérna brýtur Steinar af sér og HK-ingar fá aukaspyrnu á hættulegum stað. Það var hreyfingar á bekknum á Skagamennum. Það var Ísak Máni. Já, Ísak Máni, einmitt, talandi leikmenn sem kláruðu síðasta tímabil af krafti. Það var Ísak Máni, hann vann sig inn í liðið og varð í rauninni bara svona lykil maður á miðjunni hjá Lárusóra. Já. Sem að kom kannski, eflaust mörgum í opnum skjöldu, en hann bara átti það algjörlega skilið og skuldlaust. Já, maður hafði ekkert séð á honum, ekkert séð mikið á hann spila hana. Gríðarlega vinnusamur og aukaspyrna dæmd, Árni Marino endar í grasinu. Þetta var hættulegt, en Ívar Orri
blæs í flautuna. Já, hann lendir hann í samstuði. Þreföld, fjórföld skipting. Þetta Styrmir Ellerts. Ísak Már allavega klár. Ómar. Gísli Laxdal. Baka Rúnar. Haukur. Rúnar, Steinar, frábær sending frá honum inn á Gísla, en þetta endar í hotspyrnu. Það er spurning hvort að við fáum skiptingarna núna eða já, fáum að kannski væri flott að fá bara myndavélina á bekkinn að við sjáum hverjir þetta eru. Þetta eru Ísak, Rafael, Breki, Styrmir og Ármann. Það er bara... Það er vantilega í sæðingum út yngar. Það er bara fyrsta skiptingar vantilega. Já, Jóhannes að Valla fara velli, sýnist mér Rúnar Már, Gabriel, Gísli Eyjóls og Ómar sem að fara velli. Styrmir Ellerts fer þá væntanlega í hafsendin fyrir Rúnar. Breki fer upp á topp líklega bara. Já. Það ekki? Það er inn á miðju. Ísak Már inn á miðju og Ármann út. Já, ég held að Breki í framlínunni allavega. Ég nokkuð viss það. Kemur boltinn yfir á fjær. Breki tekur frákastið, leggur hann tilbaka á Gísla Laxdal. Gísli með skiptinguna yfir á Ármann. Ármann tekur hann hérna inn á völlinn, langar í skotið, lætur vaða beint í fangið á Ólafi. Það er bara að koma sér í takturleikin bara 1, 2 og 3. Sjáum að Rafael er núti vinstra megin. Já, kemur í stöðunans Ómars og Breki upp á topp. Baldun og Styrmir eru þá hafsenda núna. Gísli Laxdal sýnist mér nú að vera komin í bara í vinstri bakvarðarstöðuna. Hún er færður til í starfi og Ármann frábærlega að spila hérna hjá Haukum, Hákáingum segir. Já, Gísli kemur í stöðunas Jóhannesar og þá er þreföld skipting hjá Háká og það eru Tumi fer á velli og Atli Þór sem fekk nú sennilega besta færi Hákáinga í leiknum til þessa og já, svo er það hérna númer 29 Karl Úlfur eða ekki sem er hérna labba fyrir aftan markið. Sýnist það. Viktor Helgi kominn inn og hann spilaði nú með Skagamönnum fyrir það var svolítið nokkrum árum síðan. Já, Viktor Helgi, númer 6. Já, hann fær hann hérna, kemur með fyrirgjöfina, Árni Marino gerir vel. Einnig kom inn á leikmann númer 20, Alexander Örn Guðmundsson. Og númer 24, Magnús Arnar Pétursson. Sjáum að þetta er fullt starf fyrir tæknimennina okkar, Snorri Kristlinsson að reyna að skila þessum skiptingum öllum á skjáin hjá okkur. Það er ekkert auðvelt starf í svona leik, en fáum hérna staðfestingar á öllum þessum skiptingum. Annars er einnig Guðmundur Kort Einarsson á myndavélinni í dag. Og ég gleymi nú ekki að minnast á það.
En HK-ingar hér að sleppa í gegn. Já, Viktor Helgi. Dagur Ingi. Já. Og það er Ísak sem að hreinsar þetta frá. Viktor Helgi spilaði með IA 2017 og 2018. Svo fór hann til Norex. Það er hvað, F-fáingar upplæði? Já. Til Norex og svo var hann í háskóla í Bandaríkjunum. Spilaði svo eitt tímabil í Færeyjum. Kominn aftur til HK. Jóhann, vel spilað, en fín vörn. Styrmir les þetta hana. Steinar. Brotið á honum, lítur að vera, já. Styrmir Ellertsson hefur verið fastagestur í yngri landsliðum Íslands. Skaðar mér ekki að kannski hefur mikið séð á honum hér heima. Hér kemur loksins mark hjá HK-ingum. Þorvaldur Smári setur hann hérna óverjandi í hornið framhjá Árna Marino. Gísli með slaka sendingu þarna. Og þetta er bara vel lagt upp þarna. Varamaðurinn Alexander Örn sem að leggur hann tilbaka á Þorvald sem að klárar þetta stakri snild. Það er halda fókus, halda einbeitingunni, það er það sem að þetta snýst um. Breki tilbaka á Haug. Haugur síðan reynir sendingun út til hægri, gengur ekki. Kemur langur bolti fram, Árni Marino út úr teignum, skallar hann frá á Brynjar. Hvað var þetta? Ég bara mista þessu. Þetta var ekki í mynd, það var hérna einhver fangbröði eða árekstur eða eitthvað milli Rafaels og var það Jóhann? Viktor. Eða Viktor, já. Viktor með langt innkast. Styrmir í baráttunni, nær ekki að stoppa. Varamanni Magnús Arnar þarna. En Styrmir gefur það ekkert eftir og enda með að gefa horn reyndar. Styrmir, sonur Ellerts Jóns Björnssonar sem er náttúrulega á, ég veit ekki hvað marga leiki fyrir IA, hann er nú í, ég man ekki hvort hann er í 200 plus klúbnum eða 150 plus, en hann er allavega gerði garðinn frægan með Skagamönnum hér á árum áður. Kemur boltinn yfir á Fjær og Árni út um markið og þeir eru að skora aftur. Viktor Helgi. Það er Viktor Helgi. Já, nú. Og það er nóg eftir þessum leik. En það heyrum við núna að Dean Martin lætur í sér heyra. Þetta er hættan þegar það er margar skiptingar og þess í einu þá. Já. Þetta er til niðurstundum. Já. Klárt mál auðvitað að þessi leikmenn sem eru að koma inn á, hvort þeir vita eða ekki, þeir eru náttúrulega undir líka smásjóni hjá þjálfurunum. Þú veist, erum við að fara að halda þeir eða sleppa þeir, skilur við, að því að það er örugglega ekki fullmótaður hópurinn fyrir sumarið, skilur við. Það eru bara ákveðið mörg pláss. Það eru 19 pláss, það er alltaf eitt sem er með, sem er utan hóps. Já. Þannig að 18-19 pláss. Þannig að það er mikilvægt að menn standi sig þegar þeir fá þessi tækifæri og HK-ingar finna blóðlyktina í vatninu, sko. Viktor, aftur. Ef við fáum eitt mark í viðbót hér fljótlega, þá er þessi leikur bara algjörlega upp í loft. Já. Þó að sé ennþá 4 marka munur, að þá svona, sjáum þetta færi aftur hér. Viktor sterkur í loftinu þarna og Jóhann er ekki að stýra þessu markið. En
Breki fleytir þessu áfram, Ármann nær ekki að koma þessu á Ármann þarna. Ólafur, fína sendingu út til vinstri. Þorvaldur kemur í árásina. Ná ekki að... Þorvaldur fær boltan til sín aftur hér. Fyrirgjöf, skalla frá af Brynjari. Ekki langt. Vel lokað hjá Steinari. Breki gerir þetta vel. Kemur boltanum á Rafael. Ármann býður honum upp á hlaup hérna fyrir frá sig. Rafael enda með hann. Ármann reynir fyrirgjöfina. Fellur svo við en engin aukaspyrna. Hefði nú verið fínt að fá mark til þess að slökkva hennar næsta sem að maður upplifir að sé að kvikna hjá Haukavíingum. Rangstaða dæmt hér, réttilega held ég á þessu sinni. Steinar aftur á Styrmir á Breka, fær hann aftur, skemmtilega að spila núna, Styrmir út á Ármann Inga, Ármann inn á völlinn, kemur með hann yfir á Fjær, ágætis hugmynd, boltinn bara sendingin of vinnalega. Síðan á Ármanni, Haukur á Steinar, aftur á Ármann, brotið á Steinari þarna. Ívar Orri hugsa málið, ákveður að láta þetta halda áfram. Rafael, fín móttaka hjá Rafael og brotið á honum hér. Viktor, það er gult spjald þarna á Hauk. Mér fannst nú brotið á Rafael þarna þegar hann var að reyna að brjóta fram hjá Viktori. En 20 mínútur eftir, staðan 6-2 fyrir Skagann. Það er rosa skrítið að segja að mér finnst þetta einhvern veginn samt ekki búið með hvernig leikurinn er búinn að vera síðustu 5 mínúturnar eða svo. Skagamenn skorar náttúrulega 4 mörk á 10 mínútum fyrir hálfleik þannig að þetta er fljótt að breytast. Þetta er vel gert hjá Brynjari, Steinar, frábær snúningur. Steinar með boltan yfir á Fjær, Rafael. Má taka hann aðeins sveikan hann og hann brýtur síðan á Viktori. Frábæri taktar hjá Steinari Þorsteinsinni hérna sem að leikur við kutt sinn fingur eins og Beljan Ljómalind í gamla daga. Ég veit ekki hver tengi við þetta hjá mér en vonandi einhver. Annars líti mjög illa út hérna Baldvin. Sultuslagur, Breki. Á Gísla Laxdal, Gísli séðan með sendingunni gegn á Ísak, engin rangstaða. Ísak, rekinn tilbaka, Gísli kemur utan á. Gísli á Breka, Breki síðan á Haug, aftur á Breka, Breki skotið en það er beint á Ólaf. Ágætlega spilað þarna. Artur tilbaka á Viktor. Jóhann. Sendingin í gegn. Alla leið til Árna Marino sem er vel á verði þarna. Kastar hann út á Brynjar. Brynjar inn á miðjuna á Steinar. Steinar tilbaka á Haug. Brynjar síðan á Styrmi.
Fyrir mér langur bolti fram. Haukur Leifur les þetta, skallar hann í innkast. Brynjar á Steinar. Vel gert hjá ákvæðingum. Arthur. Kemur langur bolti, Jóhann eldir. Gísli eldir líka. Jóhann á undan í boltan. Jóhann. Spurning hvort það snerting á boltan þarna. Nei. Þeir ræddu þetta saman. Sýndist mér Ívar og Mikael á línunni, sérðu, þeir eru að spjalla, en þarna, mér fannst Árni snerta boltann og Hákæðingar líka, en engu að síður markspyrna dæmd, en kemur Styrmir. Langur bolti í gegn, Rafael. Þetta er góð sending. Rafael inn á teginn. Þarna var Ísak Máni klár, en vörnin tekur þetta. Vel spilað enn og aftur hjá Skaganum. Það er Þorvaldur Smári sem hann að vera undan Ísaki hann í boltan. Já, það eru hreyfingar á bekknum hjá Hákæðingum. Já, stefnir í tvöfalda skiptingu sýnist mér, eða þrefalda. Þrefald senna. Haukur og Steinar. Ármann út á Gísla Laxdal. Gísli fer í skotið. Geta klára með skotið svo sem, en það var vel yfir skipting hjá Hákæðingum þá. Nú Haukur Leifur, númer 15 að fara af velli. Og mér sýnist Dagur Ingi, númer 7 einnig verið að fara af velli. Og Jóhann Þór sýnist mér einnig. Jóhann Þór, númer 9. Haukur Leifur, númer 15 og Dagur Ingi, númer 7. Og inn á koma leikmennum 23, Rúrik Gunnarsson. Og 22, Breki Ottósson. Og sjáum að Viktor færði sig yfir í stöðunars Leifs. Breki, Rúrik og hver var einn sem kom inn á? Sýnist að vera, já, 17. 17, já, Reynir Leó Egilsson. Þetta vera komið. Spurning hvort að við fáum fleiri breytingar á skagaliðinu. Það er erfitt að segja, þeir eru ekki að hita upp eins og er. Jú, þeir eru að gera sig klára. Eru að gera sig klára, eða voru þeir að hita upp þarna megin? Já. Þeir eru hættir að fara yfir. Fram hjá varamannabekknum aðkomuleiðinu. Það er kannski. Já, jú, þeir eru að gera sig klára þarna. Allavega 3. Spurning hverjir það. Ég myndi giska á Inga Þór. Birni Breka. Allavega. Spurning með, mér sýnist Viktor Gasiewski líka. Það kemur þá væntanlega þá inn fyrir Baldur, myndi ég að halda. Þetta eru þeir sem eru ekki byrjunarliðsmennirnir sem eru að fara af velli. Steinar, Baldur, Gísli. Jú, náttúrulega Haukur líka. Og Haukur, já. Haukur getur náttúrulega spilað eins. Já, geti hann ekki bara hlaupið fram við páska bara, það er svo að hvíla sig. Kemur langur bolti fram, Rafael í baráttunni. Gísli Laxdal. Breki aðeins og setni boltan hana. Árni
Marino, rólegur. Finnur Brynjar, hann á Hauk. Haukur á Baldvin. Gísli Laxdal. Íttuð honum hana, en ekki dæmt. En svo góðum dómara sagði mér, svona kom sér í samband við Gísla hana og segja bara, herri, jú, ég veit að það var brot en þeir eru með boltan. Já. Það var flott. Já, þetta eru þá væntanlega þessir fjórir útileikmenn sem þeir eiga eftir að koma inn á. Það er hérna Ingi Þór, Viktor, Jón Breki og Birnir Breki sem eru að fara að koma inn á líklega. Það eru bara 3. Eru þeir bara 3? Akkur fannst mér ég sjá 4 enn og aftur. Já. Vísbendingar, auðvitað. Það eru 3 að koma inn á, já. Það verður aðeins róast yfir HK-ingum eftir þannig að líður frá þessum mörkum 2 sem þeir skoruðu. Ísak Rangstad að dæmd á Rafael. Já. Þeir eru verið að taka aukaspyrnan og rétt vallarhelmingi allavega. Já, Haukur. Já, Gísli Laxdal og Baldvin. Þannig að þá er þetta, og Steinar. Nei, við þess. Baldvin fer ekki, hann er að fá fyrirliða band. Steinar, Haukur, Gísli Laxdal og þetta er Ingi Þór, Jón Breki og Birnir Breki. Við grunaði einmitt að Viktor Gasiarski er í hóp en hann spilaði mikið með Káramönnum í gær. Já. Þannig að það er kannski ekki viti því að spila ofmarga mínútur á stundtíma. Þarna eru kannski margir Skagamenn að sjá jafnvel í fyrsta sinn einhverja af leikmenn sem þó eru kannski búin að vera hjá félaginu í einhvern tíma. Eins og til dæmis Jón Breka. Hann alltaf lenti í smá örðuleikum í fyrra. Hann var á láni hjá Empoli út í Ítalíu. Einmitt. Hann fekk ekki leikheimild í félagsskiptaglugganum. Alveg rétt. Þegar hann kom tilbaka. Þannig að hann spilaði ekkert eftir hann kom heim. Sem náttúrulega ekki gott. Nei. Hann var bara að æfa einhverja 3-4 mánuði eða svoleiðis. Síðast þegar komu margar skiptingar að þá skoruðu HK-ingar þessi 2 mörk. Þessi bolti inn að markinu, hættuleg aukaspyrna en Árni Marino. Rafael á fleygiferð, þessi sending passlega há inn fyrir á Rafael. Ég hef sérstakann áhuga fyrir því þegar markmenn á að gefa stoðsendingar. Já. Það er af persónulegum ástæðum en það er alltaf skemmtilegt. Rétt 10 mínútur eftir. Og Rafael brýtur af sér hér. Réttilega dæmt aukaspyrna. Spurning hvort að HK-ingar ná að bæta við fleiri mörkum. Ég er nú eiginlega kominn á það að sigurinn sé nú í höfn. Skagamenn náðu að stoppa þetta marka flip hjá HK-ingum hérna miðjan hálfleikinn. Kemur sendingin inn á teiginn.
Góð vörn þarna hjá Brynjari. Ármann í baráttunni, gerir þetta vel en það er ekki að halda boltanum inn á. Breki stelur þessari sendingu. Breki reynir að finna Jón Breka. Ætli þetta séu flestir Brekar með við höfðatölu á Íslandi? Já, getur verið. Þetta er ekki algengt nafn. Nei. Jón Breki gerir þetta vel, Jón, og sendingin inn fyrir á Birnir. Birnir tekur skoti á næstöngina en nær ekki að setja á rammann. Ágætlega gert hérna, Jón Breki. Undirbúningurinn góður. Spurning hvort hann hafði einhver aðra möguleika í stöðunni. Ég ekki vissu það. Arthur tilbaka Ólaf. Þetta er bara fyrir Árnamarinn að taka Brynjar. Ármann. Brynjar heldur hlaupinu áfram. Ármann nær ekki að komast þarna leiða sinnar og innkast sem að HK-ingar eiga. Við lítið séð að Ísak Mána eftir hann kom inn á. Já. Skagamenn búið að lítið með boltan eftir að gera alltaf þessar breytingar. Já. Dæmt aukaspyrna hann á Jón Breka. Þetta er skemmtilega gert þarna en vantaði þarna hlaupið inn á fjær. Já. Fimm mínútur eftir Auðun, ég þarf að fara, já ég held nú kannski að verði ekki erfitt fyrir það að velja en þú ert allráður sem sessunautur minn hér í því að velja mann leiksins úr röðum IA. Já, bara mjög einfalt val, það er bara Steinar Þorsteinsson í dag. Já, það er erfitt að ganga frá manni sem skorar 3. Já, bara geislar að sjálfstöðstu. Já, átti virkilega flotta leik og það var ekki bara þessi mörk, það var bara margt annað. Já, sem frábær í pressunni og steig alltaf feilspól í dag. Sammála því. Til mikið með það, Steinar. Það er engin velun, það er bara montréttur. Já, vonandi bara hann að byggja á þessu. Ofan á þessu í vetur fyrir sumarið. Já. En getum við ekki verið sammála líka um það, að bara það er hansi margt þó svo að auðvitað leikurinn riðlast við allar þessar skiptingar og það tekur ef maður er alveg heiðarlegur, að það tók byrjunarliðið svona 15 mínútur að koma sér inn í leikinn að þessi leikmenn sem hann alltaf hafi verið að koma inn á hérna í síðari hálfleiknum þeir hafa þurft sama slaka að koma sér inn í taktuleikinn en ég menn það var ansi margt sem að heilla í dag, er ekki rétt? Algjörlega. Hvað myndirðu? Bara uppspilum var frábært og það var ekki mikið af feilsendingum. Jón Gísli var frábæri fyrir hálfleik og með frábæra sendingarinn inn fyrir og lagði örugglega upp 2 mörk. Þetta er náttúrulega óbein. Nei, þetta var skemmtilega gert Árni Marino. Þetta getum við þurft að sjá aftur. Hann heldur allir eiginlega að hann
væri að henda í eina óbeina aukaspyrnu en hann tók ekki boltann. Hann bara tók hann á kassan eða sjáum þetta aftur hérna. Hann snertir hann ekki með sko höndunum, hann kannski olbúnum, ég veit það ekki. Þetta var alveg á gráasveið. Já. En ég var orðið bara hrósað honum, sýndist mér, fyrir frammistöðuna. Já, ég var orðið frábær í dag líka. Já. Svo sem oftast sem hann að dæma. Já, klárlega. Það er bara allt og sjaldan sem hann að dæma hjá IA, sko. Það er ekki ástæða fyrir því. Já. En hérna, já, ég sammálaði. Mér finnst sko, annað sem að hefur heillaði mig hérna er í rauninni sko varnarlínan og síðan hápressan. Mér finnst pressan sko virka vel en mér finnst hún líka bara líta vel út. Algjörlega. Ef þú skilur hvað ég meina. Svona, og lofa góðu. Ég vissum að hún er ekki orðin eins góð og hún mun geta orðið. Skilur. Nei, bara sem við rættum í fyriráleik tilkoma Gísla Eyjóls. Þetta liðið náttúrulega gerir það að verkum að það er hægt að ýta liðinu ofar. Hann náttúrulega kóverar mikið svæði á stuttum tíma. Hann er snöggur og hérna hleypur mikið og duglegur og svona fantur í honum. Já. Þannig að, og frábær í fótbolta. Þannig að gaman að sjá hann. Og svo bara, þú veist, gefa þessum slaka sem eru komið inn á. Þetta er náttúrulega 10 breytingar. Já. Svo styttist auðvitað í deildabikarinn. Það er í rauninni næsti heimaleikur IA. Svo sem við vitum ekki hvar úrslitaleikurinn í þungavíktarbikarnum spilast ef að við komumst þangað þar að segja. En öllum líkindum þá er næsti heimaleikur hjá IA í deildabikarnum gegn Aftureldingu ef ég fer rétt með. Ármann með góðan sprett hérna. Rafael aftur á Ármann, nær ekki að setja hann beint í skot, þannig að hann hleypur sig í vandræði. Þannig að það verður spennandi að sjá, auðvitað er þessi vorleikir, deildabikarinn kannski oft segir ekki alla söguna, segir ekki allt hvernig liðið er statt. Við höfum nú alveg séð góð undirbúningstímabil sem enda síðan með ósköpum haustið, en hérna, þú veist, er ekki bara áhætta fyrir skagamenn að hafa bara dálítið jákvæða tilfinningu fyrir því sem að framöndan er? Algjörlega. Það er náttúrulega bara markmið núna að væntanlega vera í efri hlutanum, frekar heldur en að vera að berjast þarna við botninn. Við náttúrulega vitum ekki alveg hvað liðin sem er að koma með, alltaf Keflavík og Þór Akureyri. Auðvitað var markmiðið fyrir síðasta tímabil þykir mér ansi líklegt að hafi verið að vera í efri hlutanum og jafnvel gera betur en árið á undan sem var kannski, mætti kannski halda að það hafi kannski verið meira kannski merki að skagaliðið hafi verið að spila kannski pínu yfir getu það tímabil. En allavega hér flautar Ívar Orri til leiksloka, það er ekkert verið að spandera í mikinn uppbóta tíma. Við ættum kannski að rifja upp mörkin áður en að við ljúkum þessu hér. Gísli Laxdal Unnarsson skoraði fyrsta markið fyrir Skagan á 17. mínútu. Síðan kom þáttur Steinars Þorsteinssonar sem að fór hamförum hérna miðjan fyrri hálfleik. Hér bætir hann við öðru markinu með stórglæsilegu vippi hérna yfir Ólaf í markinu. Og þetta er ekki mikið síðra. Tekur frákast. Þetta er nú kannski tölfræði sem við mætti fara að telja í. Þetta er nú sennilega kannski einfaldasta markið af þeim öllum. Gabriel Snær fær eitt á silfurfati hérna. Þarf vissulega að komast hérna fram í Ólafi en klárar þetta af mikilli snilld og hér kemur síðan sjötta og síðasta markið. Steinar, það má ekki gleyma því, 3 mörk og stoðsending. Haukur Andri með frábært skot. En síðan náðu HK-ingar aðeins að klóra í bakkann. Það var Þorvaldur Smári sem skoraði fyrst þetta mark hér. Og það var síðan Viktor Helgi Benediktsson sem að skoraði þetta mark hér. Þannig að fór aðeins okkur félagana hérna. En
þetta mark þessi mörk á 64 og 67. Við erum bara brattir, nú förum við bara að taka saman og reyna að ná kannski seinni hálfleikum í Manchester. Já. En áður en að við ljúkum þessu þá langum við að þakka Snorra Kristleifssyni fyrir stjórn útsendingar og þér, Auðun Ingi, fyrir að vera með mér hérna. Guðmundur Kort Einarsson fyrir hans störf á myndavélinni. Sjálfur heiti ég Örn Arnarsson og bara þangað til næst sem ég veit ekkert hvenær verður. Þá hafið það sem allra best.